Komdu sælt og blessa kæra naut. Þá ætla ég að draga fyrir þig 3 spil og spilin úr þessum fallega stokki þar sem að kvennorkan í hávegum höfð. Við skulum sjá hvaða spil vilja koma til þín í dag. Fyrsta spilið fjallar fortíðina og það spurningin hvað getur við lært af fortíðinni. Þú getur lært af fortíðinni að setja mörk. Kannski ertu búin að vera duglegt við það kæra naut að setja mörk og að það eitthvað sem að orkaðin hefur svolítið farið í. Ef svo þá óska ég til hamingju með það. En ef til vill hefur fortíðin sýnt þér að það skiptir máli að setja mörk í dag og þú kannski ekki gert nógu mikið af því. Þú dæmir bara það hvernig þetta á við þig. En það að setja skýran ramma eins og þessi unga kona með hérna í kringu sig skiptir máli. Það segir öðru fólki hvað þú tilbúin að þola og hvað ekki og hversu langt þú tilbúin að leyfa fólki að ganga á þig eða ganga yfir þig eða því að skipta sem að enginn ætti auðvitað að leyfa. Stíga niður fæti, setja skýr mörk, hinga á ekki lengra. Þetta vil ég, en þetta vil ég ekki. Ok, þetta fortíðin. Þá það núið. Hvað best fyrir þig að leggja áherslu á í núinu? Hvert ætti þú að snúa þínum fókus? Það einhvers konar skilningur eða viska. Þetta vill þarftu að læra eitthvað ákveðið. Þú ert kannski í námi og fókusiðin ætti kannski að vera þar akkurat núna. Eða þetta einhvers konar innri viska varðandi sjálfa þig eða samferðamenn þína. Allavega skiptir það máli núna að bæta við þig einhverjum skilningi eða einhverju þekkingu. Þá þarftu aðeins kannski að hægja á þér og gefa þér tíma til að grúska eða afla þér upplýsingar sem þú hafðir ekki áður. Ef til vill ertu bara að melta það sem fortíðin búin að vera að kenna þér. En hvað þarftu að vita varðandi framtíðina? Þú þarft að vita, það getur verið tvennt. Annars vegar gætirðu þurft að eyða tíma með sjálfu þér, kæra naut. Það að segja að draga þig út úr skarkalanum í kringu þig, draga þig frá ákveðnum manneskjum til að fókusa inn á við og finna betri tengingu við þig eða almættið. Og þið jú eitt og hið sama. Kannski ertu bara búin að vera allt of mikið í einhvers konar hringiðu, búin að vera of mikið á samfélagsmiðlum eða í hávaða og það bara komið tími að þú einbeitir að því að hafa smá frið í kringu þig. Og svo líka hitt að kannski kemur það þér á óverum í framtíðinni að þú munt verða meira eitt heldur en þú hefur verið áður og það kemur kannski á óvart hversu mikið þú eftir að njóta þess. Þú hingað til ef þú vill haldi að þú værir svolítið mikið fyrir að vera innan aðra og svo kemstu kannski að því að þú ert inn við beinið innfari. Þetta svona partur af sjálfsþekkingu sem að koma inn hjá þér. Ok, kæra naut.
Spiliðin sem sagt voru þessi að setja mörk, skýr mörk gagnvart öðru fólki, gagnvart umhverfinu og efla og styrkja sjálfa þig innan þeirra marka. Svo var það viska eða upplýsingar, lærdómur, skilningur sem skiptir máli í dag og að lokum einveran og það að draga sig aðeins í hlé. Ég óska þér alls hins besta með þetta, kæra naut, ljós og kærleikur.